Kæru áhorfendur, velkomin í Kokkasögur með Gissa. Þar sem veitingageirinn fer í naflaskoðun. Við ætlum okkur að ræða hinn ýmsu mál sem tengjast veitingageirunum, ferðamennina, þjónustuna, menntamálin, gjaldþrotin, lamb, fiskinn, grænmetið og matagerðina og sjálfsögðu lög og reglur. Við munum bjóða fagfólki og leikmönnum að mæta í þáttinn til að taka þátt í umræðinni, ræða málin, segja söguna sína og einnig segja sína skoðanir á hvert stefnir. Í dag hjá okkur tveir góðir gestir, Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, sá sem ábyrgur fyrir að námið okkar sé það besta af því besta sem hægt að fá í dag. Og Níels Sigurður Olgeirsson, matreiðslumeistari, en hann í dag formaður matvæla- og veitingafélag Íslands. Níels forseti vor í þessum bransa með 20 ára setu sem formaður og á eftir 2 ári viðbót, en með langri setu þá kemur líka góð reynsla og góður talsmaður fyrir faggreinarnar. Svo í þessum þætti ætlum við að ræða menntamálin, löggildinguna, einkennisklæðnaðinn aðeins fyrir veitingageirann og svo sjáum við hvort þeir eigi ekki eina góða sögu fyrir okkur á takteinunum. Mér langar að byrja á Illuga, menntamálin. Menntamálin svona málefni sem fagmenn ræða sín á milli, allir hafa sína skoðanir eins mörg og við erum og ólíka skoðanir, en við erum öll sammála því að menntun mjög mikilvæg fyrir fagið okkar. Hvernig staðan á menntuninni í dag? Ég ætla nú fyrst að segja það að það var gaman að heyra töluna með Níels. Hann stíð á pari við Óla Ragnar. Já. Hvað var það tíma og reynslu? Þú tugsum að geta haldið áram, hætta við að hætta eða þess að það? Jú, þetta náttúrulega alltaf spurning hvenær maður yfirgefur svæðið, en ég tel mig hafa töluvert enn. Já, það nefnilega reynsla skiptir máli, það nú bara þannig. Það sérstaklega í þessu líka, maður alltaf að upplifa nýja hluti á hverju degi. Það alltaf nýjar áskoranir, þannig að þetta Já, og ef maður með reynslu, þá getur maður brugðist við nýjum áskorunum. Þá verða þær ekki alveg eins nýjar, þá áttar menn sig á því hvað gamalt í þeim. Heyrðu, en þetta með menntunina, menntakerfið auðvitað hlýtur alltaf á hverjum tíma að taka mið að breyttum aðstæðum. Það ekki svo að við finnum einhvern tímann upp einhvert endalega lausn eða endalegt svar um það hvernig menntakerfið, hvort sem í iðn- og verknáminu okkar eða í bóknáminu okkar, hvernig það á að vera. Þetta eitthvað sem við erum alltaf með í stanslausri þróun. Og ég held að svona kannski megi segja að þegar við horfum á faglega þáttinn inn í iðn- og verknáminu, kunnáttu þeirra sem að koma út úr náminu, þá held ég að það séu svona flestir sammála það að hún ágæt hér og stenst samanburð bara það sem við þekkjum hvað best, hvað þetta varðar. Það sem hefur verið lengi vandamál hjá okkur og mjög lengi að við fáum bara einfaldlega ekki nægilega marga inn í námið. Það vantar fleiri sem að velja sér það að fara í iðn- og verknám, bæði í það nám sem við erum að ræða hér sérstaklega, eins líka í öðrum iðngreinum. Það þetta ýmsar ástæður til og við getum örugglega munum ræða það hér hvað þar að baki. En við vitum að hlutfall krakka sem að velja sér iðn- og verknám upp úr grunnskóla hefur verið að hlaupa þetta á bilinu 11, 12, 13% á ári langa hríð. Og kannski svona sveiflast á milli 10 og 15%, held ég að sé svona genum snitt. Þannig að það vandamál í kerfinu okkar, að það kom ekki fleiri bara beint upp úr grunnskólum. En kannski erfitt að ætlast til þess að krakkar sem eru 16 ára ákveði þá að verða pípulagningamenn eða matreiðslumenn eða hvað það nú Þau hafa aðeins lengri tíma í bóknáminu að ákveða sig hvort þau ættu að fara að læra viðskiptafræði eða lögfræði. Þau gera þá það þegar þau standa á 19-20. Þannig að það að ýmsu að hyggja hvað þetta varðar. En klárt mál að þá myndi ég nú segja svona að gæði menntunarinnar séu góð. Klárt mál eins og bara almennt í nám á Íslandi þurfum meira fjármagn. Nám á Íslandi því miður, hvað sem á framhaldsskólastigi eða háskólastigi undir fjármagn. Og af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að ef við berum okkur saman til dæmis við Norðurlöndin, þá námsfjármagn sem við höfum á framhaldsskólastiginu, hvort sem það nú iðnnám eða bóknám, langt fyrir neðan það sem við sjáum þar. Verulega, það munar miklu. Sama gildir með háskólastigið. Við erum verulega að undirfjárfesta í háskólamenntuninni miðað við þessar þjóðir sem við erum að horfa til. Þannig að
klárt mál þurfum við meira fjármagn inn í iðn- og verkmenntunina eins og við þurfum inn í bóknámið á framhaldsskólastiginu og háskólastiginu. Við erum aftur á móti nokkuð vel fjármögnuð á grunnskólastiginu. Það er merkilega nokkuð, þá erum við þar enda bara nokkuð ofarlega á öllum listum í veröldinni hvað var það fjármagn per nemenda þar. En svo snýst það alveg við þegar komum við fram að stigið, bæði bók- og verknám og í háskólanum. Hvað segir þú þetta, Níels? Nú ert þú að díla bæði við menntamálaráðuneytið, skólann og atvinnulífið? Þetta alveg klárt, við finnum fyrir því það vantar fjármagn og það miður. Við erum með eins og fámennar iðngreinar. Við erum nýbúin að vera í basli, ég veit ekki, það var fundur sennilega í gær með ráðuneytinu út af kjötiðnaðinum. Skólanefnd, menntaskólan ákvað að kenna ekki kjötið því að það vantaði, það voru fáir nemendur sem voru að koma. Og þannig að við erum að basla við það. Við erum búin að vera, eins og Illugi veit, með vinnustaðanámssjóðinn til að reyna að hvetja krakkar til að koma í námið til okkar. Og svo allt í einu verður sjóðurinn tómur og við getum ekki staðið við þau loforð sem við verðum að reyna að fá fólkið, eða fá fyrirtækinni að taka nema og svona. Þannig að nokkuð nema bara skipta kökuna aðeins öðruvísi, Illugi? Já, ég þekki þetta vel og það alveg rétt, sko. Hérna, reyndar auðvitað hefur sett meiri peningin í sjóðinn en það bara fleiri sem koma og þá lækkar talan per nemenda. Við markaðsettum á svo. Já, þið stóðu gróða vel, en það má segja það. En sko, það ánægilega að við sjáum að þetta hefur gengið ágætlega. Það fjármagn sem við veitir í sjóðinn, það fer aftur út og þannig á það að vera. Við bættum við, ef maður rétt einhverjum 95 milljónum núna inn í fjárlögunum síðast, meðal annars í gegnum kjarasamninga samtalið. Og að því þú nefnir kjötiðnuna, sko, þar þá bara stöndum við á nulli núna á þessu á 2015-16. Það bara enginn að koma þar í gegn. Ég reyndar, sko, eftir að skólanefnd MK sagði kjötiðina að kennurunum upp, þá hafa fyrirtækin haldið að sér höndum að taka nema. Akkurat. En það einhverjir 15 nemar held ég í pípunum. Já, sem að getur komað að því. Sem eru. En þetta vandi sem við stöndum fram. En þetta náttúrulega mjög mikilvægt að klóra sig ekki niður. Já, menn verður líka að horfa á greinina í heild, sko. Þú getur ekki bara hort á framleiðslu hlutann eða á eldamennskuna sjálfa. Þú voru að horfa á þetta alla leiðina. Og við verðum að hafa fagþekkingu og fólk með fagkunnáttu í öllum stigum. En auðvitað segi ég skólanum til vorkunnar, það auðvitað erfitt að halda út í heil deild ef þú ert með of fáa nemendur og það bara vandamál sem við þekkjum víðar. Þannig að leið þetta líka kannski spurning sem að við þurfum svolítið að hugsa, bæði þú og ég, sko hvernig, þegar við tala til við krakkana í grunnskólanum og á þessum árum á framhaldsskólaaldrinum, hvernig, það ekki nóg að segja við þau, heyrðu, hérna námsleiðin, virðist vera, það þarf líka að segja við þau, ok, hvað það sem að býður þín ef þú velur þetta nám? Því að við bjóðum upp á námið en það vantar nemendur inn í það. Og þá kannski þurfum við að vera betri í því og ég hef oft veltið fyrir mig hvað við getum gert þarna að segja, heyrðu, þetta eru tækifæri sem að blasa við þér. Og hugsa ykkur nú hérna bara í þessu landi núna þegar við erum að fá 1,7 milljónir manna hér sem túrista á þessu ári held ég sér. Svo mun það bara vaksa, menn að tala hérna einhverstað á endabílunum 3-5 milljónir manna. Men við erum að elda fyrir þetta fólk. Jú, og líka það, sko, það sem að breytast líka í eldamennskunni, að við erum að fá meira úr vinnslunum. Þannig við þurfum fagfólk í vinnsluna líka og það stórt vandamál. Já, við þurfum alla leiðina, sko. Við þurfum alla virðiskeðjuna, en bara ég vil segja þetta, sko, þegar við erum að segja við fólk, veldur það að læra kjötiðnina. Og hvað þýðir það í dag? Hvaða tækifæri eru í dag umfram það sem var hérna bara fyrir 10-15 árum? Og þau eru alveg sláandi. En það segir sér sjálft að ef það aukast svona gríðarlega fjöldi af ferðamönnum, þá náttúrulega tekjurnar að aukast líka í þessum geira og þá þarf að taka meira af kökunni og sitja í menntakerfi, annars eigum við eftir að missa þetta úr höndunum. Mæli manna heillastetryggir. Vegna þess að sko í allri umræðunni opinber mál á Íslandi, hér skiptingu fjármuna, eins og þetta hefur verið hér síðastliðin 2-3 ár, þá hefur þetta öll umræða meir og minna að vera að hverfast heilbrigðismálin. Við höfum sagt, heyrðu, það svo óskaplega vont ástand í heilbrigðismálunum, þannig eiginlega allt laust fé sem hefur verið, menn hafa haft til þess að setja, höfum við verið að setja inn í heilbrigðiskerfið. Og það hefur verið bara samfélagslega sátt það að við höfum viljað gera það. Svo menn líka sammála það að vegakerfið okkar alveg undir brot og slit og við erum að fá allan þennan fjölda inn og við erum að fara að fá sko milljónir manna hérna jafnvel á vegina okkar hverju ári. Þannig að við verðum að laga það, það ekki hægt að hlaupa fram hjá því. Það er nóg að gera. Já, gamla fólkið okkar segir, heyrðu, það þarf að standa hér við gefin loforð það sem við þurfum að fá á peningum. Svona heldur maður áfram.
Og vissulega þó við höfum náð að bæta inn í menntakerfið og það staðreynd að við höfum sett núna meiri peninga í menntakerfið heldur en áður, að þá samt stöndum við frammi fyrir þessari vanda sem að ég sér leysa hér og við erum að tala að við erum ennþá fyrir neðan Norðurlöndin. Framlagi per nemandi í framhaldsskólanum mun lægra, ég skal segja hverja tölur eru, bara svona þetta áhugavert að heyra þetta. Við erum að setja núna, eða vorum árið 2013, þá vorum við að setja $7.700 kaupmáttarleiðrétt fyrir hvern nemanda á Íslandi. Okay. Norðurlöndin lágu $10.000 per nemanda, kaupmáttarleiðrétt. Og inn í þessu í mitt iðn- og verknámi. En aftur á móti, og það eru góðu fréttirnar, að þegar við erum að horfa núna á þessa nýju ríkisfjármálaáætlun, hvernig hún mun þróast og svo breytingin í bóknáminu 4 árum í 3, þar sem mun þá fækka nemendum inn í kerfinu, þau fara hraðar í gegn, þá munum við lok þessa tímabils vera komin á par við Norðurlöndin. Það eru góðu fréttirnar, það ekki alveg akkurat í dag, en hérna næstu 3 árin mun þetta vera að gerast, 3-4 árin. Þannig að þegar kemur þá að því fjármunni sem við höfum til dæmis gagnvart vinnustaðanámssjóðnum og bara almennt inn í iðn- og verknáminu, þá erum við að fara inn í tímabil þar sem þetta mun aukast á hvern nemanda og við getum þá sinnt hverjum nemanda betur og þar að leiðandi gæði námsins. En nú kemur þetta að því, hvað eru verðmætin sem liggja í þessu fyrir þá sem fara í þetta nám? Það verður að tala að vantar að fá fleira ungt fólk til að fara í þessar inngreinar. Ég velti fyrir mér að þegar maður búinn eftir 4 ár, þá stendur maður uppi með diplóma. Hvar möguleikin á því að fá eitthvað meira út úr þessu 4 ára námi eins og BS eða BA? Þannig að í dag ef þú ætlar að kíkja eftir atvinnu, ef þú ert ekki með háskólanám, þá ertu ekki neitt. En hérna aðeins þegar við erum að tala hvað ertu eftir námið. Við höfum gert það dálítið undanfarið í hótel- eða matvæla- og veitingagreinunum. Við höfum svona stílað svolítið inn á að vera ekki að markaðssetja námið, heldur fæið. Þannig að það fæið sem skiptir máli og til að geta orðið fagmaður þá þarf það að fara í námið. Þannig að ekki vera að markaðssetja þetta námið kennt hér og þar heldur hvað það sem það leiðir þig. Og það finnst mér nefnilega eins og það sé skynsamlegt. Já, þurfum að gera og það erum við að gera eins og til dæmis Íslandsmótið iðngreina. Þegar við erum með það þá erum við að reyna að sýna handverkið okkar og sýna svona fæið okkar. En skólabekkurinn ég skal leið mér aðeins koma inn á þetta sem þú ert að spyrja því að þetta svolítið mikilvægt. Og þá get ég sagt það að við tókum ákvörðun það í samtali og samvinnu við samtök atvinnulífsins og iðnaðinn að setja á stað núna verkefni sem á að skila tillögum í núna 1. september háskólamenntun í iðn- og verkmenntunni, háskólastigið þar. Og það sem við erum að gera, við erum ekki að stofna nýjan háskóla, en við erum að kortleggja háskólastofnanir hjá okkur, það námsleið sem þar eru, horfa síðan á það sem að menn koma með diplóman sitt upp úr iðn- og verknáminu, hvernig þá stillum við upp þannig að menn geti þá komið þaðan og inn í kerfið og hvaða leiðir eru þá opnar og skilgreina þær og kynna þær betur þannig að þessi 2 kerfi talist betur saman. Þannig að menn geti með þegar þessi menntun komin, sagt ég vil bæta við mig einhverju og sjáu þá hvernig það gerist. Hitt síðan það og það má ekki horfa fram hjá því að þegar menn eru samt sem að koma með þá menntun sem við erum að ræða hér, þá þetta komið heilmikið aflahæfi, þú ert orðinn mjög hæfur til þess að aflaði tekna með slíka menntun. Og það þetta það sem krakkarnir þurfa á verða að skilja, að þetta mjög góð leið til að fara í spennandi störf. Þú getur bara að fara að vinna þegar þú komið með menntun og haft góða tekjur. Þú getur líka bætt við þig og farið áfram í nám til þess að bæta enn meira þá væntanlega. Klára innstúdent og síðan fagháskóla og áfram þannig að það miklu hagkvæmari leið fyrir fólk fyrir krakka að klára iðngrein og bæta við sér stúdent heldur en að klára 3 ári stúdentspróf og fara svo að læra einhverja iðngrein. Já. Það miklu betur og ég ætla að skjóta öðru að hérna. Í sumulöndum eins og til dæmis Austurríki, þar eru 70% framhaldsskólanemana í svona verktengdu námi. Þeir skilgreina það víðar heldur en við. 30% í bara svona hreinu bóknámi. En það svolítið áhugavert þar að þegar horfið síðan á bestu háskólana í verkfræði og slíkum fögum þar og skoða hvaðan toppstúdentarnir sem eru að fara í það nám að koma, þá koma þeir úr þessum verkhluta, ekki endilega á bókhlutanum. Og þannig að það ekki sú stemming þar að ef þú ræður nú ekki við bóknámið þá fyrir iðn- og verknámið, alveg þvert á móti, þeir að taka toppstúdenta þarna inn. Ég verð að stoppa ykkur, við verðum að taka stutt auglýsingahlé, en ég ætla að fá eina sögu hjá hann Míluga, við tökum það strax eftir auglýsingahlé. Takk.
velkomin aftur kæri áhorfendur. Nú ætlum við að taka fyrir löggildingu í iðngreinunum. En mér langar að byrja á því að spyrja Illuga hvort hann eigi ekki eina góða létta sögu úr eða tengda veitingabransanum. Tengda veitingabransanum, það fyrir því hvað kallar veitingastað, sko. Ég kannski frekar þá að segja sögu á konunni minni. Já. Við eigum það sameiginlegt í og kona mín að við vorum bæði vikið að vinna í fiski í gamla daga og í Frystihúsi fyrir vestur á Flateyri og við kynntumst þar. Og hún vildi komast á sjóinn og græði mér peninga, þannig að hún fór til eins skipstjórn og sá línubát og seldi sig upp á það réði sig upp á það að hún ætlaði að taka sig að vera kokkur borð. Og allir sem þekktu hana voru mjög hissa. Því að það hafði enginn séð hana nokkuð tíman steikja egg, hvað þá annað. Svo hún bara farin út í sjó með þetta, hún náttúrulega hefur ansi mikið sjálfstraust í þessu öllu saman og hugsaði með sér, hún hlýt að geta redda þessu. Svo fer hún út á sjó og er kokkur og það gekk eins og það gekk. Þannig að þegar hún kom í land, þá var búið að ráða hana sem háseta, því að þeir sáu að hún var heldig góður sjómaður, en það var einhver annar að taka sig að vera kokkur. Það þýðir það heima hjá mér, að þegar eru gestir, þá sé ég elda. Já, það bara glæsilegt. Svo svona tökum við saman þegar við erum bara tvö og krakkinn. En þessi saga er stundum rifið upp þegar ég er að útskýra það ég skal sjá hvernig að elda þegar gestirnir koma. En hún var mjög góð sjómaður. Já, frábært. Nú ætlum við að fara aðeins inn í löggildinguna, Níels. Núna finnst manni bara að lesa lög og reglur bara að vera oft ruglingslegt og flókið og maður veltir fyrir sér hvað má og hvað má ekki. Og mér langar að lesa upp eina grein sem að ég fann eftir hann Halldór Oddsson sem var lögfræðingur Matvís og Rafiðnaðarsambands Íslands 2009 sem heitir Forgangs- og einkarétturinn, einokun eða öryggi. Og þið verður aðeins að gefa mér smá tíma þetta er flókið. Hvort sem talað er forgangs- eða einkarétt, þá er staðreyndin sú að réttur iðnmenntaðra umfram aðra þegar við kemur störfum í viðeigandi iðngrein tvíþættur. Annars vegar samkvæmt 3. málsgrein, 8. grein nefndra iðnlaga aðalreglan sú að rétt til iðnstarfa í löggildum iðngreinum samanber reglugerð númer 940/1995 hafa meistarar, sveinar og nemendur í viðkomandi iðngrein. Hins vegar, samkvæmt 9. grein lagana, hafa iðnmenntaðir eini rétt til að kenna sig í starfsheiti sínu við löggildar iðngreinar. Túlkun á nefndri 9. grein að sjálfsögðu ekki notast við bókstafstúlkun á upptalningunni í nefndri reglugerð löggildar iðngreinar, til dæmis myndi ófaglærður einstaklingur sem starfar við matreiðslu ekki mega kalla sig kokk í atvinnuskyni. Þó svo að hugtakið kokkur sé ekki nefnt berum orðum í reglugerðinni, þá bersýnilega tilvísun til matreiðslu iðnar. Þarf þetta að vera svona flókið? Hvað þetta á mannamáli? Þetta á mannamáli það að það má enginn starfa við matreiðslu nema matreiðslumaður, meistari, sveinn eða nemi. Vandamáli hins vegar, það eru lög í landinu, iðnaðarlög sem þú ert að vitni í, sem að segja það að það megi enginn starfa við fagi nema við. Síðan það sýslumenn sem eiga að sjá til þess að iðnaðarlögum sé framfylgt. En svo fá sýslumenn það verkefni að gefa út veitingaleyfi. Og þar gefa þeir skíti í hvort það matreiðslumaður á staðnum þegar veitingaleyfi gefið það ekki. Þannig að þarna eru tvenn lög sem að ekki fara saman og við erum að fá núna upp á borð til okkar vandamál að þeir sem ætla að opna bakari, þeir verða að hafa bakaramestara ábyrgan fyrir bakaríinu en þeir opna bara veitingastað í staðinn og fara að baka og selja brauð. Því það engar kröfur í veitingalöggjöfinni. Þannig að þú ert að segja að sýslumenn hreinlega að brjóta lög? Nei, veitingalöggjöfin, lög veitingastaði, þau ekki nógu skýr. Þau krefjast ekki nógu mikillar, það eina sem maður sér ef maður sækir veitingaleyfi, þú þarft að hafa mann með fullnaðar þekkingu í framreiðslu í sal. Já. Það hvergi kveðið á veitingaleyfi þegar þú ert að sækja leyfi á þú þurft að hafa mann með menntun í matreiðslu. En auðvitað á þetta kom inn og við vorum að vona það að vinnan sem í gangi í ráðuneyti á Alþingi núna með veitingalöggjöfina,
það sem við að taka á ferðamönnum eða taka á þessum heimagistingum og svoleiðis, að við getum komið þessu þarna inn og við sendum inn til allsherjarnefndar eða til atvinnuveganefndar, sendum við inn tillögur. En þær rötuðu því miður ekki inn í og þar vorum við að reyna að taka svolítið á því að við verum að gera raunhæfa tillögur. Þannig við vildum að í lágmarki á fyrsta flokks veitingastöðum væri skýrt í lögum krafa meistara og sveina í matreiðslu og framreiðslu. Og þetta rataði því miður ekki inn í lögin og þannig að ég á náttúrulega að senda formanni atvinnuveganefndanna smá erindi því að við fengum það verkefni að koma með raunhæfa tillögur inn. Þannig að verða að komast inn í lögin, en ég veit ekki meira sko. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að fara inn í líka. En þetta skiptir gífurlega miklu máli að fólk segir byrju til hvers að fara að læra matreiðslu eða framreiðslu. Það getur hver sem farið að vinna í þessu. Þannig þetta, en við höfum hins vegar notað iðnaðarlögin og Halldór Oddsson þegar hann var með okkur, þá notuðum við iðnaðarlögin til að vinna á og sækja rétt okkar og menn voru kærðir eða voru að brjóta lögin. Nú langar mig að spyrja þig, menntamálaráðherra, ég meina ef þú ferð út að borða, ferð hérna á einhvern fallegan veitingastað í Reykjavík og það kemur hérna matreiðslumaður svona fullklæddur eins og ég, þú gerir ráð fyrir þetta sem fagmaður? Já, ég myndi nú gera það. Ég tala nú ekki ef hann væri svona klæddur eins og þú. Og ég gerir ráð fyrir að þú sért fagmaður. En nú bara staðreyndin að geta allir nota þennan kokkajakka eins og þeir bara vilja. Já, það sem er alltaf vont í öllum kerfum ef menn að villa sér heimildir og segjast vera eitthvað sem þeir eru ekki. En ég ætla að segja fyrst með þennan texta sem þú varst að lesa, það er ekki nema að vona að fólki finnist þetta ruglingslegt. Og ég man einu svona eftir því ég var með kennslubók einhverja sem ég var að lesa í náminu, enska, og það var svona text eins og þessi, algjörlega óskiljanlegur. Svo kom í miðjan texta, kom setning sem var svona. Ef þú hefur skilið það sem hefur verið sagt hér á undan og ert ennþá með þráð, þá ættu skilið að fá einn gin og tónik. Og það mætti alveg standa þarna inn í einhverjum miðjum texta, menn ættu það skilið. En þá værum við bara í gin og tónik. Já, þetta er það flókið. En það er þannig að auðvitað á sá sem á í viðskiptum við veitingastað, hann á auðvitað bara rétt á því að vita hver staðan er. Þú átt ekki að geta blekkt þinn kúna með því að, með búningi eða einhverju öðru, að það sé til staðar færni eða þekking á staðnum umfram það sem í raun og veru er. Ég veit ekki, þú þekkir það ábyggilega nýja hvernig er það hjá öðrum löndum eins og hjá frökkunum eða einhverjum öðrum eins og segir með frakkana. Eru þeir með svona kerfi? Nei. Þannig að franska eldhúsið er ekki með réttindakerfi? Ekki með sömu löggildingu og við. Það er engin með, það er hvergi í heiminum það sem að tekið strangt á því hverjir eru að nota kokkajakkana. En við getum gert svo margt út af smæðin okkar. Við getum orðið þau fyrsta þjóðin í heimi sem að tryggir það að ef þú ert faglærður matreiðslumaður eða þjónn, að þá er þetta uniformið þitt og það er engin annar sem á nota þetta. Já, það sem ég bara hugsa einmitt er þetta það er oft gott að horfa á hvernig aðra þjóðir sem kannski eru einmitt fræga fyrir matreiðsluna eins og frakkarnir, hvernig þeir hafa það, en það er ekkert víst að við getum tekið það allt saman beint til okkar, það eru sérstakar aðstæður hér líka og annað eins. Mín afstæða til faggildingar, ef við viljið vita hana almennt, þá tel ég að það þurfi sérstaklega að hafa það í huga þegar er að ræða öryggismál, almanna öryggi og annað slíkt, þannig að segja að í ákveðnum greinum, þar sem ég kem ekki auga á slíka hagsmuni, þá myndi ég hafa mínar efasemdir endilega löggildingu, en það er annað til mér þegar við tala um það sem að fólk borðar. Þar skiptir máli að þú getur treyst í að það sem þú ert að fá, það sé framleitt með öruggum og tryggum hætti og matreitt með öruggum og tryggum hætti. Það er öðru sem umræði heldur hvað ég á að segja ljósmyndir. Já, en með þetta í hug eins og með, við getum ferið út í ríki og keypt okkur vín, svo getur við labbað á næsta veitingastað og fengið okkur vín, án þess að nokkuð grafa til menntunar á þeim sem er afgreiða víni þar. Þannig að auðvitað á það að vera fagmaður sem er búinn að fara í gegnum framleiðslunámið sem að selur okkur vínið og við sjáum líka hvað þetta er arfa vitlaust. Það er ráðinn flottur matreiðslumaður inn á veitingastæði. Matreiðslan er alltaf hjarta veitingastaðana. En svo er bara fengið einhver skólastelpa til að bera það fram og selja víni sem veit ekkert hvað er. Eða skólastelpa sett borð í skip. Við erum dottin á tíma. Það er auðséð að það þarf að ræða þetta meira. En mér finnst mjög gott að það er verið að vinna að menntamálum
og ég held að sé mjög þarft að hafa lengri umræðu löggildinguna. Núna í lokin, rétt áður við segjum bless, Níels, eina stutta, mjög stutta. Mjög stutta. Já, ég veit ekki, það svona hvað kemur upp. Búin að vera í þessu síðan sko 69, þannig að en við dettur alltaf svona ein stutt. Ég var að vinna á Arnarhól og það kom góðborgari sem kom mjög oft í mat til okkar. Og við vorum með heilan humar og humarklær aukarlega og það voru svaka flott áhöld til að klippa upp og taka kjötuð úr klónum og svona. En hann var svolítið slappaður. Svo heldur hann nær hann humrinum úr skelinni og hann sendir svo hitt inn í eldhús aftur og þjónninn biður okkur að brjóta þetta. Í ónskotinu segir maður, það engan tíma fullt að gera maður. Það kemur einn inn, buffa bara á diskinn aftur inn með þetta. Illugi og Níels, takk fyrir komuna. Takk, kærlega. Kæri áhorfendur, við sjáumst að vikuliðinni. Takk fyrir.